Já, góða kvöldið ágætur hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudagskvöldi, snemsumars, snemkreppu. Við sitjum hér og erum að ræða áhrifin af kóróna og kreppunni og öllu því sem henni fylgir. Það eins og kórónakreppan sé að leysa allt upp, hún leysir upp efnahagslífið og hún leysir upp samfélög víða um heim. Veit ég hver staðan hér og þess vegna hef ég kallað til mín fólk til þess að segja mér það, hver staðan á Íslandi. Það Birgitta Jónsdóttir, skáld og aktivisti, Haukur Már Helgason, sjálfstætt blaðamaður, Guðrún Jónsson sem hagfræðingur og Gísli Tryggvason, lögmaður, velkomin. Takk. Svona það mál sem hefur verið hæðst mest í vikunni er afskipti eða aðkoma Bjarna Benediktssonar að mögulegri ráðningu Þorvaldar Gylfasonar sem ritstjóra í norrænu tímaritu efnahagsmál. Það sem Bjarni hefur sagt að hann hefði aldrei þolað það að Þorvaldur væri í þessa stöðu, að einhverjir í útlöndum hefðu lagt það til og talið Þorvald vera góðan til þess að gegna starfinu. Þetta hefur Þorvaldur ritstýrt öðrum sambærilegum blöðum, eða mér skilst. Og Bjarni sagði að Þorvaldur væri bara andstæðingur sinn, hefur á móti þeim ríkisstjórnum sem hann hefur setið í og ekki svona vandað honum kveðurnar og hefur bara ekki geta átt neitt samstarf við Þorvald og lýst þessu þannig að ritstýri á blaðinu væri í nánu sambandi við fjármálaráðherra allra Norðurlanda. Guðrún, þú ert hagfræðingur, hvernig slær þetta þig, þetta mál? Jú, þetta náttúrulega mjög áhugavert mál og í rauninni slarðar þetta mig þannig að það í sjálfu sér bara gott að þetta kom upp og við fáum í rauninni bara að sjá hvaða hug formaður Sjálfstæðisflokksins lítur á, bæði hagfræðinga, hvernig vinnu þeir vinna og hvernig svona viðhorf þá hans, ég meina hann sá sem hefur komið fyrir skjöldu og rauninni bara gengist við þessum vinnubröðum og ég held að þessi bara í rauninni jákvætt að nú liggur þetta bara fyrir og þetta skjaldfast og býsna alvarlegt. Ég held að sé að mörguleyti svona uppi misskilningur það hvernig hagfræðingar hvað þeir gera og hvað þeir kunna og hvernig þeir ná svona einhverju svona dýpt í sínu starfi sem að leiði til þess að vegna þess að efni hagfræðinar, hún lítur að hápólitískum málefnum, að þá verða þetta kannski hagfræðingar lögfræðingar líka, en hagfræðingar sérstaklega kannski fyrir því að það tekið ruglað saman skoðun annars vegar og faglegu mati hins vegar. Og þetta auðvitað mjög erfitt því að leið og þeir sem eru fyrir stöðu að manna þessar helstu sérfræðingsstöður fyrir hönd almennings sem sýna að þeir hafa ekki skilning hvorki á fagþekkingunni né þá hvernig þú aflar hennar eða hvernig þú beitir henni, að þá þetta ekki von á góðu hvað varðar faglegar ákvarðanir sem að þessi embætti eiga að taka. Og þannig að þetta kemur svo skýrt fram sem aftur bagalegt vegna þess að það skapar líka ákveðið skort á trúverðugleika gagnvart öllum þeim ráðningum sem hafa átt sér stað undir ráðuneyti fjármálaráðherrans og ekki hef ég heldur heyrt svo mikið þetta, ekki samfærandi svona sýn á þessa starfsstétt frá forsætisráðuneytinu heldur. En í rauninni þetta bara, ég myndi segja að þetta sé svona fagnaðarefni, satt að segja, silver lining það að nú bara höfum við þetta staðfest og þá þetta bara spurningum hvort að almenningur sætti sig við að fólk sem hefur svona takmarkaða sýn á starfsstétt sem mjög mikilvæg í að taka góðar ákvarðanir fyrir hönd almennings, hvort að almenningur kæri sig slíka stjórnun. Nú hefur leið og þetta kom á yfirborðið þá fóru svona diggustu varðhundar Sjálfstæðisflokksins að dreifa svona kommentum eftir Þorvald sem átti að sanna það hversu óhæfur hann var. Hann stundum kveðið sterkt tala. Eitt kommentið var eitthvað á þá verun að hlusta á sjálfstæðismenn tala lýðræði var eins og að heyra
nasista auglýsa gasgrill, hvað þá veruna. Hann kjarnyrtur vel. Og það komið í ljós að ef þú talar af hörku Sjálfstæðisflokki, þá færðu ekki stöðu. Þýðir það hinum megin að fólk sem hefur fengið stöðu eða þarna úti í vonum á stöðu, að það passi sig einfaldlega á því að segja ekki styggðaryrði við þennan flokk eða þennan ráðherra. Heldurðu það sé? Ég held nú kannski jafnvel að þetta sé svona eins og George Akerlof lýsti við varðandi sítrónumarkaði, lemon markets. Þeir sem eru með hátt verð og þekkja virði sitt, þeir einfaldlega gefa sig ekki út fyrir það, vilja ekki taka þátt í svona ráðningarferli, þannig að á eftir situr bara á markaðnum í rauninni fólk sem ekki kannski þeir sem í fremstu röð, því að þeir sem í fremstu röð einfaldlega sjá fram á það að þeir njóta ekki sannmælis, að þá snúa þeir bara eitthvað annað. Og hlyti út. Og já, ég meina það virðist vera ekki almennilegt atvinnufrelsi sem að hagfræðingar búa við á Íslandi, kannski ekki síðan þjóðhagsstofnun var lögð niður, og það kemur svo bersýnilega fram í þessum ummælum fjármálaráðherrans að hagfræðingar geta ekki, það bara þú ert með eða á móti okkur, þannig að það það sem ég get séð á þessum markmiðum. Gísli, þú ert næstu gamall og ég. Þegar ég var aðalast upp þá var það þannig að kennararnir voru oft í Alþýðubandalaginu en skólastjórinn var alltaf sjálfstæðismaður. Og þannig var þetta eiginlega í öllum stofnunum samfélags. Eiginlega leiðin til þess að fá okkur frama hérna í Reykjavík var það að þú veist ekki svona sjoppur, þú veist ekki lán, þú veist ekki reyka sjoppur nema að vera í Sjálfstæðisflokknum. Áttu þetta ekki að fara að vera búið þetta ástand? Ég meira sem sjálfstæðismenn sjálfur hafa sterkt sig á því að þeir hafi verið að loka svona sjoppunni á sínum tíma að þetta væri ekki lengur svona. En heldurðu þetta sé ennþá svona? Það bara nokkur ár síðan að koma út mjög merkilega ævisaga eftir núverandi forsetavörn Gunnar Thoroddsen og þar þessu lýst í smáatriðum hvernig njósnanet og tengiliðanet Sjálfstæðisflokksins var og það hefur því miður ekkert breyst mikið, en nútíminn, aðkoma norrænna aðila og netið og upplýsingalög hefur bara varpað ljósi á það, rétt eins og myndavélatæknin að varpa ljósi á árhundruða ofbeldi Bandaríkjamanna gagnvart svörtum eða lituðu fólki, að þá nútíminn að varpa ljósi á það sem að mörg okkar hafa vitað í áratugi að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið eins og krabbamenn og menn eru annaðhvort ef menn ekki með honum eða í honum, þá þeir á mót honum. Og Þú varst umboðsmaður neytenda, þú gegndir svona opinberri stöðu hérna. Þú varst svolítið ódæll við Sjálfstæðisflokkinn, heldur að það hafi svona bitnað á samskiptum ráðherra flokksins eða þeirra sem fóru með vald og voru í flokknum, gagnvart ekki bara þér, heldur bara embættinu sem þetta gegna? Já, þetta embætti kannski náði sér nú aldrei á strik, en þess að ég var einn og valdalaus og peningalaus og starfsmannalaus, en það hjálpaði örugglega ekki að ég þóttist vilja vera sjálfstæður og ekki sjálfstæðismaður og var óþægur kerfinu, bæði bankakerfinu og stjórnkerfinu, þannig að ég fékk annað slagið símtöl frá gömlum skólasystkinum eða einhverju fólki sem var ekki ánægt með það sem ég var að segja eða setja á dagskrá. Það var eina valdið sem ég hafði, það var að setja hluti á dagskrá og rökstyðja eitthvað. Já, en ekki þannig að fólk sem vildi þig vel segði við því, Gísli minn, þú nú aðeins að passa þig ef þú ætlar að hafa eitthvað framgang, eitthvað svoleiðis. Ég bara reyna átta mig á því hversu sterkt þetta er. Það var einn háttlettasti maður landsins sem auðvitað íhaldið eins og aðrir, hann hringdi í mig undir því yfirskinu og hann vildi mér vel, en ég tók það frekar sem svona hesthaus í rúminu, sem viðvörun. Birgitta, þú starfar í þinginu í mörg ár. 8 ár. Kannastu við þetta, Sjálfstæðisflokkurinn sé búlli inn á skólalóðinni? Já, fyrstu samskipti mín við valdamann innan Sjálfstæðisflokksins var þegar við vorum að semja nefndir á Alþingi og ég var þingflokksformaður. Og við ákváðum að fara í samstarf við meirihlutann
frekar en Sjálfstæðisflokkinn, meðan annars okkur þótti hann hafa haft nægilega mikið af völdum nógu lengi og Illugi sagði við mig þetta verður þér dýrt og ég veit að ef ég myndi reyna að sækja einhverjar stöður hér á Íslandi að þá myndi ég ekki fá neitt. Ég hef hort á allt og marga sem hafa gagnrýnt valdhafa að vera úthýst. Þannig að ég hef bara þurft að leita út til annar landa til þess að geta nýtt þekkingu mína sem ég mjög gjarnan hefði viljað nýta fyrir okkur. Ég er með mjög einstaka þekkingu og reynslu. En ég nenni ekki að fara í gegnum þann niðurlægingarferli að vera að láta hafna mér út af því að ég er óþægileg. Ég vil bara halda áfram að vera óþægileg. Þú ert í þessu flokki sem að Guðrún var að lýsa sem að einfallega bara segir ekki vegna þess að vita hvernig kaupin gera þetta á veirinni. Já, ég myndi ekki einu svona fá að vinna sko í bónus. Eða eins og þú sagðir áðan, Gunnar Smári, sko að þetta leiði til þess að fólk sko ritskoða sjálft sig. Það til hugtak allavega á norrænum tungumálum sem heitir self-censúr, ég veit ekki hvort að til eitt hugtak yfir það, sjálfsritskoðun hér. Já, það mikið notað það hugtak. En margir byrja náttúrulega strax í menntaskóla og sérstaklega þeir fara í lagadeildina, þá náttúrulega ritskoða þeir sjálfa sig eða bara ganga í Sjálfstæðisflokkinn. Þetta mikið tækifæri held ég sko fyrir stjórnarandstöðuna þá sem að sitja þar að sýna fram á það núna að þeir horfi öðruvísi á þetta einfaldlega vegna þess að þetta er bara svo í þessu felst svo mikið tjón, almannatjón að þekking ekki nýtt með bestum hætti. Þannig að maður eiginlega bíður eftir því að það sem komir sko óvart í þessu ferli núna var hversu háar upphæðir fólk þiggur eða fær fyrir að vera formenn hæfnisnefndar. Það kom fram í máli hvað hann heitir, Einar Huga Bjarnasonar að hann hafi fengið 1,7 milljónir fyrir að sitja í hæfnisnefnd ráðuneytisstjóra í menntamálaráðuneytinu og ég held að sko þarna eru bara það miklir hagsmunir í húfi fyrir viðkomandi sem tekur að sér þetta starf fyrir náttúrulega þegar svolítið einkennilegt þegar verið að ráða hagfræðinga í vinnu þá er einhverjir lögfræðingar settir yfir það eða lögreglustjóri var settur eins og yfir það að meta hæfni seðlabankastjóra er mér í fersku minni. Þannig að ég held að þessi tækifæri fyrir stjórnarandstöðuna að kortleggja þetta og í rauninni kallar þetta mál svolítið á bara, ég skal ekki segja, ef til væri efni í það að stofna rannsóknarnefnd það hvernig ráðningarferli er háttað í æðstu embætti ríkisins. Þau eru bara það mikilvægt. Þú ert að segja að upphæðin sé svo há að þetta sé ekki eðlileg greiðsla fyrir sko þá vinnu sem er á því heldur sé þetta svona greiðsla fyrir samviskuna að fólkið. Já, akkurat. Það er verið að kaupa fólk sko og ég meina ef ekki uppkemur að formaðurinn er til dæmis ekki metin eða ætti að vera metin vanhæfur til þess að fara með máli þá er ljóst að fólk berst að hæla á hnakka það er ekki fara að sleppa 1,7 milljónum. Það er alveg. Hann er náttúrulega í mörgum nefndum eða ekki? Jú, en þetta var bara tekið til. Ég hef bara upplýsingur úr Morgunblaðinu sem segir að hann hefði fengið 1,7 milljónir og ekki er mann að viðfengja þessa. Fyrir þessa tilteknu nefnd, ekki fyrir þessa tilteknu nefnd, já. Guðrún, að því að við erum að tala svona, er þú lent í því að svona upplifa það að þú sért á einhverjum sortu lista einhvers staðar á bakvið sem að þú kannski getur ekki alveg höndlað? Ég hef nú sótt opinber embætti og setið undir því að einmitt vera metin af fólki sem hefur ekki kynnt sér hagfræði mikið sko. Einfaldlega vegna sem mér hefur fundist bara skyldan kalla í því efni að breikka kandídatshópinn þannig að það sé fólk sem hefur sýslað með viðkomandi efni. Ég hef búið í Bandaríkjunum síðastliðin 5 ár og ég fann mjög fyrir því þegar ég tók það upp hjá mér að sem hluti af starfi sem háskólakennari að vinna upp úr gögnum og niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis til þess að bera það fyrir sjónum almennings og læra af kreppinu á Íslandi að ég fekk hótanir beint frá lögfræðingum að ég ætti von að málsóknum vegna skrifa minna í bók sem ég gaf út sem var í rauninni bara að hafa verið með
vísun í heimildir, 800 heimildir, allt saman í rannsóknarskýrslunni. Rauninni var ekkert af því sem að ég var að segja, þetta bara rapportur það hvaða niðurstöður rannsóknarnefndin komst að, en jafnvel þó svo að þú gerir þetta, þá máttu eiga von á því að vera að fá svona hótanir. Tökum ár, þetta ekki, þau eru að lýsa svona borg óttans, ekki gott samfélag. Þetta svona, trúir því? Við vitum öll að það nákvæmlega svona sem valdið í landinu virkar. Og ég held að það rosalega þakkarvert að Þorvaldur hafi fylgt því eftir að sækja gögnin til þess að gera það áþreifanlegt. Og eins gott að upplýsingalög eru enn í gildi. Það einhver spurning hvernig það verið að reyna að aðeins núlla þau út skilningsmanni fram í tíman og þegar og það veit að undanþágur frá þeim hér og þar, en þannig hægt að beita þeim og þannig allt í einu eitthvað áþreifanlegt og hægt að tala það sem allir vita, allir sem hafa lifaði þessu samfélagi ákveðin tíma, að það stöðug virkni, að maskínan keyrir svona. Og þú nefndir áðan þegar við vorum að spjalla hérna áður en upptaka hófst, að yngra fólk sem hefði verið í þættinum hefði sýnt þessu lítinn áhuga. Og mér langar kannski bara rétt aðeins að víkja að því, ég skil það, maður skilur þessu rosalega vel, ef þú varst á milli 20 og 30, þá hlýtur þeir að standa á sama hvort einhver miklu eldri maður fær einhver ritstjórastöðu, einhver sérrita hagfræðinga eða ekki, það kemur þeir ekkert við, það ekki bein tengsl við það. Hins vegar það vegna þess að þetta minnstur, vegna þess að þetta stöðugt, þetta innval og útval stöðugt í gangi, þá mótar það svo samfélagi, það gerir alla hina svo hrædda, það mótar svo hvað segjanlegt, það mótar svo bara hvar samtalið á milli okkar liggur og hvað þetta lýðræði fært og á meðan það mjög leiðilegt að Þorvaldur fara að missu stöðuna, það mjög leiðilegt líklega tímaritið fara að missu Þorvald og þeir sem lesa það, en það ennþá leiðilega hversu margir læra af öllum dæmunum sem þeir þekkja að það best að hafa sér hægan og það best að hegða sér ekki eins og Þorvaldur á almannavettvangi. Það skapar bara nasty lítið land, Ógeðslegt samfélag, eins og ykkur sagði. Ég ætla ekki að vitna Styrmi, hann í öðru liði, en þetta nasty lítið land. Að sumu leyti. Ég ætla aðeins að því að ég verið að vitna í það sem ég sagði þetta fyrir þáttinn unga fólkið. Eins og ég upplifði þetta að Þorvaldur, ef þú ert ungur og valdalaus og valdalítill með veika rödd í samfélaginu og ekki neitt pondus og enga stöð og enga rödd, að þá náttúrulega Þorvaldur eiginlega, hann hluti af elitinu og valdinu, hefur sterka rödd og getur tjáð sig og fyrirferðarmikill í samfélaginu. Og ég upplifði það frekar þannig að þegar hann fær ekki það sem hann óskar sér í samanburði við kúaðri hópa, fátækari hópa, valdaminni hópa sem aldrei fá sitt. Það var svona, þegar það var boðið upp á matseðlum hvað þetta maður ræða, þá datt Þorvaldur út af því að þeim ástæðan. Þannig það líka þannig að það má ekki gleyma því að Þorvaldur, og kannski ástæðan fyrir því hversu harkalega tekið á þessu, þetta komið á dagskrá þingsins eins og skot, að Þorvaldur náttúrulega hluti af elitunni. Það einu stund mín? Ég auðvitað, algjörlega held ég. Og bak við þetta sýnilega dæmi eru ótal önnur sem myndu aldrei ná máli með þessum hætti. Já, afleiðingar. Það Katrín Jakobsdóttir var í þinginu að verja hvernig Bjarni tók á málunum, gerði það vel. Ég hugsaði nú svona hvað Sjálfstæðisflokkurinn nú heppinn að hafa Katrín Jakobsdóttur í vörninni, frekar heldur en kannski Hannes Hólmstein eða Brynja Níelsson. Þetta náttúrulega rosaleg eign sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur að geta sent Katrín Jakobsdóttur með sína miklu innegn með þjóðinni í að verja verk Bjarna Benediktssonar. Þessi staða að Katrín sé í þessu hlutverki fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn lítið á þetta sem stórkostleg eign. Þetta hlýtur að vera svolítið pirrandi fyrir VG, kannski ekki forystuna, en allavega grasrótina. Hvað segir það, Birgitta? Ég bara veit ekki, ég hef eiginlega bara verið í hýði og reynt að halda mig sem mest frá fyrrverandi kollegum mínum í stjórnmálavettvangi. En það sem að mér finnst
svo ótrúlegt, út af því að nú Íslandi oft flaggað erlendis, það eins og Katrín Jakobsdóttir sé einhver önnur manneskja á ensku en íslensku og þú veist, þegar hún að tjá sig með svona progressive leftista, þú veist, þá það eins og hún búi ekkert á Íslandi, heldur sé að stýra einhverju allt öðru landi. Og ég var að reyna að útskýra, ég reyna oft að útskýra fyrir erlendum vinum mínum stöðun á Íslandi, þú veist, að Katrín Jakobsdóttir raun og veru svona oddurinn fyrir efnahagsráðuneyti Sjálfstæðisflokksins, íhaldsmanna og þeir sem að halda utan fjármálin, það eru þeir sem stjórna og það að láta Sjálfstæðisflokkinn fá fjármálaráðuneyti, ég hefði frekar látið Bjarna vera forsætisráðherra og að hún hefði stýrt fjármálaráðuneytinu. Þá varum við með allt aðra stöðu í dag en hún sett upp og þetta veit Katrín alveg og þetta vita allir, svo eru líka með glataðasta forseta Alþingis í sögu lýðveldisins. Það verður bara að segjast. Hann verri en Ásta Ragnheiður. Þú veist, hann svo, hann viðheldur öllum vondu vinnubröðunum á Alþingi. Það verður ekkert lagast þegar Unnur Brá átt að reyna að laga hluti. Ekkert af því sem hún byrjaði með búið að laga og við erum með verra ástand á Alþingi en fyrir hrun. Alþingi gjörsamlega valdlaust. Það bara meiri hluta ofbeldi og það viðgengst, viðstöðulaust og það sýnir sig bara eins og til minnst að djókurinn með að leyfa minnihlutanum að vera með formennsku í nefndum eins og eftirlitsnefnd Alþingis að það svo ótrúlega svo sér maður bara hvað formaður nefndar algjörlega valdalaus út af því að meirihlutinn bara ákveður að hætta forvirkri eða forrannsókn á málefnum sjávarútvegsráðherra í tengslum við Samherjamáli og það eins og allir bara sé búin að gleyma Samherjamálinu og það endalaust eitthvað svona rugl í gangi og Alþingi gjörsamlega máttlaust nú sem fyrir daginn. Það þannig að Bjarni fjármála- og efnahagsmálaráðherra og ég held að Íslendingar sem að hugsa aftur fyrir hrunið átta sig alveg á því hvað Katrín raunverulega valdalítil því að forsætisráðherrarnir fyrir hrun voru allir efnahagsmálaráðherrar og Boris Johnson raunverulega efnahagsmálaráðherra forsætisráðherra fer yfirleitt fyrir efnahagsmálum svo hann sem fjármálaráðherra setupið þannig en íslenski forsætisráðherrinn mjög valdalítill. Ég held að sé líka eitthvað sérstakt, ég ekki alveg svo góður í þessu að vald hvers ráðherra í íslensku ríkisstjórninni meiri heldur en tíðkast víðast. Þannig að vald Bjarna, raunverulegt vald fyrir að vera fjármála- og efnahagsráðherra gríðarlega mikið, hann langvaldamesti ráðherra, það bara þannig. Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn með öll valdaráðuneytin, þeir eru með dómsmálaráðuneytið, þeir eru með, þú veist, atvinnuvegaráðuneytið og svo eru þeir með utanríkisráðuneytið, þú veist, og svo VG með ráðuneyti sem eru mjög mikið upp á fjármálaráðuneytið komið, eins og heilbrigðisráðuneytið, þú veist, og við skulum ekki svona tala umhverfisráðuneytið, þú veist, út af því að maður verður bara dapur. Og Sjálfstæðisflokkurinn með öll atvinnuvegaráðuneytin, þeir eru með sjávarútvegs- og landbúnaðar, iðnaðar, ferðamála, þeir eru með allt. Atvinnuvegaráðuneytin. Forsætisráðuneytið hins vegar Seðlabankinn heyrir undir forsætisráðuneytið, þannig að ég held að þetta sé nú líka kannski, ég er nú ekki sérfróð íslenska stjórnsýslu eða slíkt en í svona þessum leiðtogafræðum hef ég heyrt kunnáttu fólk segja frá því að það ákveðin, það tvenns konar vald, annars vegar svona persónulegt vald sem þú tekur þér í rauninni sem í fasi og í hvernig þú talar og hvernig þú tekst að taka utan hluti og stýra og svo það vald sem að felst í titlinum sem þú heldur á. Þannig að ég myndi halda að Katrín einfaldlega rækir sitt embætti bara með þeim hætti að hún beitir sér ekki til dæmis ekki svo að það sé sýnilegt. En ég vil minna það bara að Seðlabankinn heyrir undir forsætisráðuneytið, reyndar var það áður undir sem að runna eðlilegri ráðstöfun, það var undir fjármálaráðuneytinu en fluttist með þáverandi sem var fjármálaráðherra og þessi sami tíður Bjarni Benediktsson, hann varð forsætisráðherra og þá fluttist Seðlabankinn yfir til forsætisráðuneytisins.
Á þeim tíma var stórt eignasafn inn í Seðlabankanum sem að flestir töldu að væri ástæðan fyrir því hann vildi taka Seðlabankan með sér. Já, ég meina í því felst býsna mikið vald að hafa beintengingu við peningafrentunar valdið. Kannt þú, Gísli, að meta það hérna svona valdajafnvægi innan ríkisstjórnarinnar? Bjarni kóngurinn yfir Íslandi? Ég að sér eftir það. Íhaldið tryggir það alltaf þegar það í ríkisstjórn og ef það fær ekki forsætisráðuneyti þá fær það eins og þú segir atvinnuvegaráðuneytinu og alltaf dómsmálaráðuneyti. Það þarf að tryggja dómsvaldi í þessu landi sem hefur haft dómsvaldi í 100 ár. Það alltaf á hendi íhaldsins. Nánast algjörlega og allir æðstu forstjórar. En ég kann svo sem ekki meta valdajafnvægi svona eftir einhverjum óformlegum strúktúrum. Það held ég sé nú bara svona eftir stærð og persónuleika, stærðflokka og persónuleika ráðherra. Nú hefur við talað svona áhrif og völd Sjálfstæðisflokksins út í samfélaginu, hverju fór stöðu og svona ykkur bara svona félagslegt aðhald, óbeint félagslegt aðhald sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur á samfélaginu, svona óttastjórnun að ef þú segir of mikið að þá getur það komið í nakkan á þér. Og svo erum við með, eins og þú ert að lýsa, að Sjálfstæðisflokkurinn engar lungin í því að ganga frá ríkisstjórn þannig að meiri hlutin af valdinu liggur í honum. Þetta flokkur sem að fékk, ég man ekki hvað síðast, 23% eða eitthvað, 25 kannski. Hvernig stendur á því að svona löngu eftir að hann raunverulega fallinn sem það stórveldi sem hann var, að hann heldur þessu völd? Það eitthvað af forystu hinna flokkana sem veldur því að þeir færa honum sífellt völdin eða er svona hnignun Sjálfstæðisflokksins svona lengi að koma fram að hún einhvern veginn lifir í genamengi stjórnmálastéttarinnar? Já, ég held að margt fólk sem í stjórnmálum svona valdfylgið og meðvitað þetta sem við vorum að tala áðan að þó að menn kannski bölvi íhaldinu í partíum þá passa þessi opinberlega og þeir sjá náttúrulega hvernig menn eins og Þorvaldur hafa í áratugi fengið að heyra það og þola það. Og öll við sem erum við þetta rauða borði í kvöld og sennilega flestir sem við þessi rauðu borðin sem ég fagna við erum sennilega öll löngu komin á alla svarta lista íhaldsins fyrir áratugum í sumum tilvikum. Þú mátt ekki segja þetta að fólk reyndi á lista bara með því að mæta hérna. Ég þarf að bóka í þáttinn. Haukur, hérna, þú ungu maður, en þóttu sett gráirður. Segir þú, heldur að þú munir lifa það? Nú ég að hugsa bara Mandela, Freedomin á Lifetime, eða Black Panther, Revolutionin á Lifetime. Heldur að þú munir lifa það að þessi járnkrumla Sjálfstæðisflokksins í íslensku samfélagi muni lina takið? Þetta fyrir ekki, ég veit ekki hvað ég var að svara. Það sennilegt, mér er að hugsa til það er auka karakter í sjálfstæði fólki frá Halldór Laxness sem alltaf að bóndi sem í hvers skipti sem hann birtist að velta fyrir sér útreikningum, þetta stenst ekki segir hann, ég er búinn að reikna og lífið getur ekki verið svona stutt, það þarf að vera lengra til að maður geti staðið í skilum með skuldunar. Og ég held að rosalega, þetta er svo þéttriðið net, þetta er svo ögunin á sér stað á svo mörgum sviðum í einu. Ég er vitaskuld einn af þeim sem vonast mikið til þess að mjög margt breytist á minni lífstíð. Ég get ekki gefið mér það í svona þetta hvort sem þetta heitar Sjálfstæðisflokkurinn eða ekki, þetta mengi einhvern hefðarvalds, kapitals, ættartengsla klíku, þessi hnullungur að hann einhvern veginn fari frá og við fáum að lifa frjáls undan því oki. Ég veit það ekki. Ég hef ekki hugmynd, en það er margt til þess vinnandi. Við förum að sofa í kvöld með þessa hugsun að kannski munum við bara aldrei vakna upp sem frjálst fólk.
En bara eitt, sko, þú veist, það rosalega mikið af raunverulegri baráttu sem hefur rosalega, sko, tímafrek sögulega og það alveg hvort sem maður horfir á, sko, það einmitt aldarlanga ferli að leysa, sko, í öðrum löndum samfélög undan oki, sko, þrælahaldsins og arfleifðar þess. Þá líka við, sko, vísindabyltingar þess vegna, þetta tók 300 ár frá því Kópernikus, sko, setti sólina í miðju heimsmyndir okkar þangað til svona allir meira eða minna voru farnir að fallast á að þannig væru hlutinir, sko. Og eins má segja að kannski eru, sko, byltingar hugsunar á hugmyndur jöfnuð og réttlæti geta kannski verið bara 2-3 aldir að riða sér punkts, en það ekki saman vonleysi. Það bara svona, en þetta er erfitt að meta stöðuna, hvar maður stattur í sögu ákveðna baráttu. Hversu langt að verður þangað til að samfélag hætti að snúast sjálfstæðisflokkinn? Já, eins og það. Guðrún, þetta kann að vera að við séum, það sem að Haukur var að lýsa svona ólíkarka ríki, það sem að allar stofnanir, öll grunnkerfi samfélagsins halla sér að hagsmunum hinna fáu ríku og svona kolkrabbar. Þetta var ekki ástæðulausu að það var kallað kolkrabbinn á Íslandi á sínum tíma. Kolkrabbinn náttúrulega til í öllum löndum, en það svo að við séum verðleikinn að þessu leyti? Það vegna þess að við erum fá? Það vegna þess að stjórnmála kultúrin okkar veikur og kannski við lifa stutt, stofnanir okkar veikar og eiga sér litla hefð, eða hvað? Eða við kannski bara betur sett en flestir aðrir? Já, ég held að sé bara að segja já og nei þessum spurningum með vangaveltum, sko. Ég held að það sé klárt mál að fámennið auðvitað okkur fjötur fót hvað var það framfarir. En hins vegar eins og Haukur kemur inn á að þá auðvitað efnahagsþróun og lýðræðisþróun, það ekki, við höfum tilhneigingu til að horfa svo stutt bara rétt út fyrir nefið á okkur og þess vegna þessar rannsóknir sem Thomas Piketty hefur komið fram með og tekið saman samþjöppun valdsins yfir, sko, 1,5 öld mjög, mjög mikilvægar og því að það gefur okkur perspektíf. En ég held að, sko, við þurfum líka að muna það að Ísland mjög ríkt land og það við erum náttúrulega með fiskinn í sjónum og við erum með orkuna í vötnunum og við erum með hreina loftið og við erum með fallegt land og þannig að það mjög miklir hagsmunir þarna undir og sem gerir það verkum að kannski að baráttan hatramari á Íslandi heldur en kannski í ég má segja Danmörku. Það virðist vera svona kannski opnari umræða og betri nýtingun á mannauði, nú fæ ég bara að skella þessu svona fram að þess að vitna í neitt. En ég held að það sé klárt mál að við erum ákveðið einangruð, við höfum bæði tungan sem að gera það verkum að ytri svona þrýstingur á ekki jafn greiða leið inn í okkar samfélag og við erum auðvitað nýtt lýðveldi. Við erum ekki nema 70 ára gömul og það ekkert voðalega langt þegar við horfum til Bandaríkjanna sem eru talin mjög ungt land til dæmis. Og samt sem áður eru Bandaríkjamenn að kljást við þessa hræðilega rasisma og óréttlæti gagnvart svörtu fólki að maður þarf eiginlega bara að hugga sig við orð Martin Luther Kings. Ég meina þetta hvernig var það nú? Bogi réttlætirnar, hann langur en hann bognar í rétta átt, smátt og smátt og ef við tökum upp, sko, hvaða þjóðfélag sjáum við þegar við erum við það að fara hinum megin eða kveðja lífið. Ég held að við höfum séð til dæmis réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi sem langt komin á Íslandi. Réttindabaráttu kvenna, hún langt komin á Íslandi. Það hins vegar hún ekki búin og það verður aldrei, sko, það eru alltaf átök og spillingin þrífst alltaf í öllum samfélögum. Það bara spurningin hvort að við náum samhljómi með borgarna reyna að koma upp vörnum til þess að hún nái ekki svona að heljar greipum eins og þessi nýlega dæmi sýnir að okkar samfélag ennþá kljást við.
Birgitta, við erum að tala Sjálfstæðisflokkinn þetta sem, og það má svona heyra á ykkur, og kannski mér líka, að Sjálfstæðisflokkur sé eiginlega sko fyrirstaða að samfélagi getið þróast vel. Ja, ég meðal að spyrja það hvort það sé svo, en svo það líka kannski að Sjálfstæðisflokkur hundar klofnað undanförnum árum. Hann klofnað bara hreint og beint með Viðreisn. Það voru sjálfstæðismenn sem stofnuðu Flokk fólksins. Það augljóst að miðflokkurinn höfðar mjög til svona gamallar grasrótar í Sjálfstæðisflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn sem stofnun svona fyrirstaða eða það kannski hvað hægrið hefur umverulega sterkar rætur og sterkar stöðu í íslensku samfélagi sem að veldur þessari svona fyrirstöðu sem að virðist vera til þess að samfélagi getið prófast út í að vera opið, gott og réttlátt samfélag. Já, ég held nefnilega að það sé ómikill fókus á Sjálfstæðisflokkinn að því leytinu til að þetta ákveðið hugarfarsmein og það þetta hugarfar að hygla sjálfum sér fyrst, að vera á gráa siðferðislega svæðinu, að láta sér linda yfirgang gagnvart öðru fólki út af því að þú getur fengið eitthvað út úr því. Og það rosalega mikil svona, eins og við höfum oft talað í gegnum tíðina, svona smákóngaflæti hérna á Íslandi. Og það sem ég myndi svo gjarnan vilja sjá meira af samvinna og það sé meira lagt í samkennd á meðal fólks. Án þess að fólk fari í einhverju svona blindni. Mér finnst fólk vera svo tilbúið einhvern veginn að hlýða öllum, þú veist, sem að eru yfir þeim. Alveg eins og bara í kringum kórónuvírusinn. Það bara hreinlega verið sjokkerandi að sjá hvað fólk auðsveitt. Og það hefur verið greint ítrekað að við erum ennþá að komast út úr því að vera nýlenduþjóð. Og ég held að við þurfum bara svona hjálpi að komast út úr þessu hugafæri að þessi lægja við sem búið. Að við séum ekki nógu klár eða sterk til þess að geta verið í okkar eigin krafti. Og við verðum að hætta að vera svona hrædd. Þú veist, ég myndi frekar vilja vera eins og núna, ég undir fátæktarmörkum, heldur en að beygja mig í duftið fyrir valdinu og fara eitthvað að sjálfsritskoða mig. Það ekkert þess virði. Og fólk verður að hætta að vera svona hrætt. Þannig að ég nenni ekki tala meira en fokkin Sjálfstæðisflokk, bara sorry, tölum eitthvað annað, mér finnst þessu svo leiðilegt. Ok, ég ætla að tala þá þjóðina, ég ætla að spyrja þig, Birgitta, þjóðina. Ég lenti í því, eins og sagt að skrifa status á Facebook styttuna af Ingólfi Arnarsyni, var að tala að hann hafi verið þrælasalið og svona það að við lifðum inn í höfðingjasögu. Það vantaði alþýðusögu til þess að við getum lifað í, til þess að við getum háð okkar alþýðu baráttu. Því að Íslandssagan svo Íslandssaga sem svona innpynduð inn í samfélagið saga höfðingja. Ég lenti í því að peksa við ykkur mennum þetta og þá fóru þeir að segja eitthvað að Íslendingar væru svona fljótir að svíkja undan skatti og Íslendingar væru og þeir drógu upp svona sjálfsmynd sem maður heyrir oft Íslendingar draga upp að sjálfum sér, sem svona, að sumuleyti sjálfsmynd höfðingjana, sem alltaf að svíkja undan skatti og hugsa bara sig og verður svona mjög neikvæða sjálfsmynd á því hvernig Íslendingar væru. Og ég hef oft heyrt þetta áður og ég fór bara að velta því fyrir mér hvað það gæti verið vegna þess að sagan okkar eða þetta viðrými sem við erum að lifa innan og heyja okkar baráttu og okkar samtal eins og ég til dæmis. Hvort það sé ekki bara eitthvað furðulega veikt hjá okkur. Hverjir eru við, Já, það bara þess vegna sem ég var svo snortin þegar ég sá aðferðarorðina nýju stjórnarskránni. Og bara alltaf þegar ég lesi þau upp á það kemur hjarta á mig þannig að ég vakna út af því að þú veist, mig langar að tilheyra fólki sem sér sig svona sem þjóð. En sú mynd einhvern veginn hefur verið dregin niður í svaðið og það bara rosalega mikilvægt að við höldum áfram að krefjast þess að sú sjálfsmynd sem að við vorum að vinna að sameiginlega verði ekki tekin af okkur. Það er hræðilegt. Og varðandi stytturnar, ég hlustaði á Harmageddon í morgun og
var eiginlega bara í öngum mínum yfir hvernig, hvað Frosti var eitthvað æstur yfir einhverjum styttum. Ég vona að það hefur verið svona sýndar eitthvað hjá honum því að, ég meina, hann elti mútið á bílaplan, sko. Ég myndi bara vilja sjá útlagan einhverstaðar annars staðar en falin getur hann ekki bara farið upp á hólinu eða eitthvað? Því það finnst mér að vera svona stytta sem birtingamynd hvernig þetta var hjá okkur svo lengi. En sko, það hefur líka oft verið talað þú veist, það eru náttúrulega engar styttur á konum og þetta allt bara einhver svona kallar og eitthvað. Ég hef enga svona sterkar skoðanir á styttum en ég skil svo rosalega vel fólki sem að taka niður styttur eins og frumbyggjar hafa tekið niður styttur af Christopher Columbus sem var bara fjöldamorðingi og viðbjóðslegt hvernig hann bara fór inn í land sem var búið í af öðru fólki og bara það var systematískt bara þjóðamorðingi og akkur ætti að vera haldið upp á svoleiðis fólk eða mér fannst þú útskýra þetta mjög vel í morgun varðandi sko að narratífið hverjir búa til söguna. Ég vildi tala söguna frekar heldur stytturnar, sko, mér finnst stytturnar bara afleiðingar af sögunni, sko. Nákvæmlega, og þetta ákveðin táknmynd og en mér fannst eiginlega svona skemmtilegasta svona styttugjörningur sem ég séð var í mótmælum í kringum hrunið þar sem að einhver klæddi Jón Sigurðsson í svona bleikan möttul. Var ekki Magga P? Var ekki Magga P sem gerði það? Jú, það var Magga P. Já, myndir af þessu, sko. Þú veist, mér finnst einhvern veginn fólk vera svo furðulega viðkvæmt fyrir einhverjum svona tákmyndum og þá kannski ætti það að skoða af hverju ég svona viðkvæmt fyrir þessari tákmynd. Hvað þýðir þetta fyrir mig? Á þetta eitthvað erindi við mig í nútímann? Þú veist, af hverju vil ég trúa þessari sögu að þú veist, og einmitt, ég var hreinlega búin að gleyma þrælastöðin. Bara þakka þér fyrir að minna okkur á þú, því að það mikilvægur hluti af okkar sögu. Þannig að þrælastöði hér. Já, Gísli. Það slökkt á hljóðinu hjá þér. Unmute, ok. Birgitta minntist á innganginn að nýju stjórnarskránni. Já. Sem svona dregin upp hverju við viljum vera. Til hvers þetta? Til hvers var það? Já. Ég held að við höfum nú kannski verið svolítið háfleyg þegar við sömdum þetta og verið að hugsa til sko, samnings Bandaríkjanna eða sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna með hana. Og auðvitað fengum við stundum hálsblósur það. Við litum á okkur sem founding fathers og mothers. En þetta við víða heyrt sem Birgitta var að nefna að mörgum finnst þetta tala til sín eins og úr hjarta þjóðarinnar. Og ég held að það sé rétt, meðal annars að því að við lögfræðingarnir komum minna að þessum texta en hinu. Það voru málfræðingarnir og heimspekingarnir í hópnum sem kannski stýrðu pennunum þarna og ég alveg sammála. Þetta var bara mjög fallega aðferðarorð og góð eins og tel ég allt þetta plagg, þessi nýja stjórnarskrá sem ég vona að taka einhvern gildi. En var ykkur ekki falið að skrifa stjórnarskrá þannig að þið voruð í sama hlutverki og the founding fathers? Er þetta ekki bara verið að tala svona niður til ykkar með þessum hætti? Er þetta ekki með sama hætti og alltaf verið að tala niður við fólk sem þykist vera að vinna fyrir annað fólk að það sé einhvern veginn að stíga upp á stokk og þykist vera eitthvað merkilegra en það er? Megum við ekki bara þjóna þjóðinni og öðru fólki án þess að fá svona hálsblósur á okkur? Jú, ég meina, ég var ekkert smeykur við það, en það var ég búin að berjast fyrir þessu mjög lengi og stakk upp á þessu strax 8 vikum eftir hrun, en hálsblósurnar úr hópi hægri sinnaðra lögfræðinga, sko, sem eru nú þeim meður flestir, þær voru ótal margar og þeim fannst þetta svo ómerkilegt að þeir nenntu fæstir að lesa þetta. Svo var einn sem ég hafði nú spjallað oft óformlega við sem loksins las þetta og þá viðurkenndi hann við mig á rakarastofu að þetta væri nú ansi gott hjá okkur. Það var okkur að vera gagnrýnt af mánuðum saman. Mér finnst þið verða afsakið, nei. Haukur, þú... Bara í sambandi við stytturnar að þá
langar að minnast á hérna, sko, það er önnur stytta í miðborg Reykjavíkur sem stendur okkur nær sögulega og hefur jafnvel sko sterkari tengsl við þrælahald sem styttan af Skúla Magnússyni. Og þar mjög forvitnileg blinda líka vegna þess að það er svo bein söguleg tengsl frá hann sko leikur stórt hlutverk í að stofna til auðvitað sko þessarar borgar og borgarastéttar á Íslandi í slagtogi við erlent vald á landinu. Og eitt af því fyrsta sem hann gerir úr kjarni þess verkefni sem nokkuð liti að reisa tukthúsið í Reykjavík, veglegustu byggingu borgarinnar á þeim tíma, eða sem verðandi borgar, þetta eina steinhúsið þarna á þessum bletti. Og tukthúsið var, sko, þetta talaði þetta sem refsivist og svo talaði þetta sem uppeldisstofnun. En þangað var skikkað eiginlega bara fátækt fólk. Þú varst uppvís af því að vera á flækingi og gast verið sendur í tukthúsið. Hugmyndin var að þar færi fram nauðungarvinna. Að tukthúslimirnir voru notaðir sem vinnuafl fyrir innréttingar Skúla Magnússonar. Svo var allur gangur því hversu vel það gekk, þannig að þetta var lélegur rekstur og allt það og fór á hausinn og það allt. En það var það var lykil hugsunin þarna. Það var að tína upp fátækt fólk á Íslandi, læsa það í hlekkjum í húsi og nota það ýmist síðan kom á daginn í vinnu fyrir innréttingarna sjálfur eða leigja út sem þræla vinnuafl fyrir aðra. Og ég veit að þetta sko snertiflöturinn þarna svolítið kemur svona á ská að viðfangsefninu, en ég held að maður ætlaði á annað borð að ræða sko það að hvort svo iðja núna taka niður styttur í ljósi sko sögu nýlendutímans eigi eitthvað erindi á Íslandi, þá verður þetta svona ef til vill nær okkur en Ingólfur akkurat núna. Vildi ég nefna. En svo erum við fleiri tákmyndir eins og Sambo Lakrís sem núna verið að vekja athygli á undirskriftasöfnum að heitir ennþá Sambo Lakrís sem hafði ekki hvarflað að mér eftir að það kom síðast upp sem viðfangsefni. Guðrún, þú varst að biðja orðið. Já, ég ætla nú bara að fá að koma aðeins inn á þessa skemmtilegu umræðu sem að við í sem að mínir fagbræður og systur það ekkert endilega mikið að velta fyrir sér en þegar það kemur svona synergía inn í umræðu á milli faghópa þá held ég að komi alltaf eitthvað gott út úr því og aðal framþróun mannsins held ég liggi í þverfaglegri vinnu. Það nú ekki það sem ég ætla að segja heldur kem ég aftur þessari spurningu á þér Gunnar að hvaða það sem að gerir það verkum, erum við eitthvað meira hostile gagnvart hvor öðru heldur en aðrar þjóðir og við tölum það að við séum fámenn og ég held það sem að partur af því að við höfum ekki farið í stríð. Við höfum ekki þola þær hörmungar sem að fylgir því nema mjög litlu leyti og þar af leiðandi held ég að okkar samfélag hafi náð að svona tribalismi hefur svolítið fest sig í sessi sem að einmitt sá þáttur í þróun mannsins sem að gerði það verkum, heyrist ekki í mér? Sem sagt að hvers vegna varð maðurinn sem tegund, af hverju lifði homo sapiens af en hinnar tegundur mannsins dóu út og mannfræðingar hafa sýnt fram á það til dæmis að einn tiltekinn Brian Hare sem doktor prófessor í Duke-háskóla, hann sýnir fram á það að það er rauninni vinsamlegheit eða the survival of the friendliest sem að gerði það verkum að okkar tegund lifði af. Og það sá þáttur sem að við náum að fara út fyrir við sem menn og okkar tegund, við náum að fara yfir í næsta þorp og biðja hjálp. Á meðan að Cro-Magnon-maðurinn eða neanderar eða aðrar tegundir voru bara einfaldlega í tribalismanum. Þannig að ef til væri umhugsunarefni fyrir alla það sem að hlusta að til þess að lifa af, þá þurfum við að fara yfir flokkadrætti, við þurfum að fara yfir og tala við þann sem að býra á Ólafsfirði eða Seyðisfirði. Við getum ekki bara að tala við fólk sem í 101, þó þessi rosalega gaman og getur verið rosalega erfitt. Og það er sýnt fram á það líka í rannsóknum að við eigum bara erfitt með að vera inn í herbergi með þeim sem ekki samsinnir okkur í málflutningi. Það getur verið mjög erfitt, en ég held að það sé mjög gott ef að
og nú hef ég ekki lesið þessu orð sem að Birgitta var að vitna til í stjórnarskránni, ég bara viðurkenni það hér með, en þetta svona eitthvað sem við þurfum að hugsa að ef við viljum lifa af, og nú maðurinn bara einfaldlega á leiðinni í að tortíma sér hraðar en nokkuð tímann, ef við ætlum að lifa af, þá verðum við einfaldlega að eiga samtali milli hvors annars og jafnvel að tala við fólk sem okkur ósammála. Og tortryggingin þá afleiðing af einstaklingshyggju og þess að við höfum verið að kæfa niður samkennd og samvinnu meðal okkar? Já, það það sem að Brian Hare og þetta fólk sem hefur verið að vinna með þróun mannsins segir okkur að sé orsökin. Þegar þú svolítið að tala þjóðina, þá erum við náttúrulega svona sproti úr mannkyninu sem að fór hingað upp eftir og sproti af okkur fór yfir til Grænlands og dó út. Og við vorum bara mjög nálægt í að deyja út sem svona sproti. Það var svona 50.000 mann sem húktu hér öldum saman og við það að deyja út, kannski vegna þess að við erum svolítið Cro-Magnon, það getur verið. Já, við erum líka skattsvikarar að upplagi. Það ástæða fyrir því að þeir sem fóru frá Noregi voru náttúrulega að flýja skattheimtu. Þannig að sjálfvalið eða Íslendingar sem hafa haldið velli eru sennilega komnir á þessu fólki af stórum hluta, þannig að það ákveðin þróun mannsins sem eftir einkennir okkur í einhverju ákveðnu leyti. Hins vegar hefur verið gerðar rannsóknir líka aftur, svo ég má segja, að við höfum sterkari samkennd, kannski líka vegna óblíðri náttúru, að við vitum að við þurfum að standa saman eins og í þessu COVID-máli, en það er svo ágætt að sjá hvað Íslendingar eru runni góðir með þetta þegar eitthvað bjátar á. En við þurfum bara líka að gera það svona, ekki bara þegar einhver stórtíðindi þegar eldgos eða snjóflóð eiga sér stað. Ég verð að fá að spyrja gamlan samvinnumann, Gísla Tryggvason. Íslendingar voru að deyja út og það sem endurreisti íslenskt samfélag í svona nútíma fyrir 100-150 árum var náttúrulega samvinnuhreyfingin. Nú lítur út eins og forsetaframbjóðandi að talandi svona í bíl. Ég í bíl. Ég nú ekki mjög vel að mér í sögu samvinnuhreyfingarinnar, en ég held að þetta sé bara rétt söguskoðun hjá þér að samvinnuhreyfingin hafi bjargað miklu á landsbyggðinni og svo tók Jónas frá Hriflu við og hann hafi verið gallaður á margan hátt og vann gegn íhaldinu. Ég held bara íhaldið og svo hagsmunastefna sem að íhaldið stendur fyrir. Ég held að það sé bara mikið meina á íslensku samfélagi og hafi lengi verið. Samvinnustefnan töluvert andstæð við það. Ok, það Guðrún nefndi COVID. Haukur Már, þú ert fylgst með faraldrinum. Ég skal viðurkenna í þessu þætti, þá tölum við meira kreppuna og pólitíkina heldur en kannski faraldurinn sem hefur orðið valdandi að hugmyndir okkar hitt hefur breyst. Hver staðan á smitlausa samfélagi og opnun Íslands? Hvað höfum við langan tíma til stefnu? Klukkan rétt að vera 7. Eitthvað annað hjúpsendingunni? Sjáum bara til. Ok, ég skrifaði grein sem ég birti í vikunni bara á vefsíðu minni eða bloggi sem svona tilraun mín til að hugsa stöðuna hér og nú vegna sem mér finnst þessi faraldur sjálfur mjög forvitnilegur. Mér finnst hann jafnvel einhverju leyti heimspekilega forvitnilegur vegna þess að það vera til nýjar aðstæður og viðfangsefni að takast á því sem hafa meðal annars að gera með skörun valds og þekkingar. Og við erum með mjög sérstakri stöðu hérna á Íslandi núna þar sem það stjórnvöld eru búin að kynna áform, við erum stigin út úr fyrsta sjokkinu og ég held að það sé ágætt að nota þetta orð sjokk vegna þess að við vorum líklega flest í svolitlu losti á meðan þetta gekk yfir að heimurinn væri skyndilega svona eitraður, við erum öll að halda okkur innandyra allt fara á hvolf vegna þess að það eitthvað óþekkt, ósýnileg ógn þarna úti sem getur bara valdið okkur dauða og allir læsast inni og hlýða eins og Birgitta vék af og ég held að ég sjálfur mér bara mjög vænt það að vera sem minnst á
ferðinni sjálfur og gera það sem þyrfti að gera til að sportna gegn smiti. Síðan þetta þessi kafli frá og þá spurningin okkur, hvað gerum við núna? Og svo spurning, hvað gerum við núna? Hvað gerum við þegar búið að kveða þetta í kútinn? Hún hápólitísk, hún ekki lengur viðfangsefni sérfræðinga einna sóttvarnalæknis eða þeirra sem kunna akkurat tökin á glímunu við faraldur. Sóttvarnalæknir gegnir mjög mikilvægur hlutverki í að gera grein fyrir því í dag hversu miklar aðgerðir þarf, hversu miklar skorður til að aftra endurupptöku faraldursins, smit. En spurningin hvar skorðuna liggja stór ný pólitísk spurning. Og þar verður til ákveðið vegaselt, þar verður til svona núllsumuleikur, milli þess að því harðari til dæmis markalínur sem við setjum landamærin, því frjálsar getum við andað innanlands, því minni varnir þurfum við hjúkrunarheimilin. En ef við opnum landamærin, þá getum við þurft að loka börunum fyrr og leyfa færri gesta á hjúkrunarheimilin, til dæmis. Og þá stendur fram þessi spurning forgangsröðun. Hvað skiptir mestu máli að verja hér og nú eða opna aftur? Og ég held að þessi er veigamikil spurning sem þurfa að ræða rosalega vel og ég held að það hef ekki verið gert nú lýðræðislega til þessa. Og ég held að stjórnvöld hafi sérstaklega núna þegar komið fram mjög veigamikil efnisrík gagnrýni, bæði frá læknum og hagfræðingum. Þetta áttina tvær sem okkur var sagt áður að tækjust á. Við heldum að þetta deila milli heilsufarssjónarmiða og efnahagslegra. En nú eru læknar og hagfræðingar saman að gagnrýna stjórnvöld á sömu forsendum. Að það sé of miklu stefnt í voða fyrir of lítinn ábata með því að opna á þann máta sem stjórnvöld vilja gera, á þeim tímapunkti sem stjórnvöld vilja gera hér og nú, en það engu svarað efnislega og ég held að það sé rosalega bagalegt upp á lýðræðið í landinu að stjórnvöld eru að humma gagnrýnina fram af sér, svara ýmist svona með mildri handabendingu eða þjósti ef þarf, en engagea ekki í samtalinu. Hleypa þessu ekki inn í orðin okkar og ég held að maður segir þetta við börn, notaðu orðin, segðu hvernig þið líður, segðu hvað, að þetta bara svona þarna skilur milli barbarisma og siðmenningar þarna skilur milli hnefaréttar og lýðræðis að það fari fram debatt að við sem færum að takast á viðfangsefni sameiginlega í tungumálunum með samtali og það vantar þannig alveg sárlega held ég þannig að við erum að hugsa skammtímaaðgerð en við erum líka að hugsa mjög langt fram í tíman mögulega. Þessi faraldur ekki, sem heimsfaraldur, verður ekki kveðinn í kútinn innan árs og mögulega ekki einhverja ára. Og forgangsröðunar spurningin varðar okkur öll. Guðrún, við ræddum þetta svolítið fyrir viku eða svo, gildi þess að lifa í smitlausu samfélagi að móti mögulegum hagsbótum sem að kæmu í hingakomu einhverja ferðamanna. Hefurðu velt þessu fyrir þér hvað ákvarðanir sem verið að taka eða grunnurinn á baku þess ákvarðanir? Ég held að þú eru að kveikja á mikrofónunum þetta. Svona. Já, það stórar efnahagslegar ákvarðanir sem teknar eru, þær hafa afleiðingar í svo langan tíma. Þetta svona svolítið eins og að fljúga bæði, annars vegar að fljúga orrustuþotu og maður þarf að bregðast mjög hratt við og kunna nákvæmlega hvað hröðunin því að það bara upp á líf og dauða hvort að maður tekur réttar ákvarðanir eða ekki á þessum tímapunkti jafnvel þó að afleiðingarnar sjáist ekki fyrr en síðar. Og í þessu tilliti náttúrulega í okkar tilliti hjá Íslendingum að eftir hrunið var svona mikil áhersla á ferðaþjónustu og sem var stærsti atvinnuvegurinn og hann bara nánast hvarf á einni nóttu. Þetta mjög erfitt. Þannig að við horfum fram á svona eitthvað efnahagslegt hyldýpi fyrir allmarga og þó svo þessi mjög gleðilegt að sjá að atvinnuleysistölurnar að lækka bara núna í þessum mánuði en þær voru konur í 17,88%. Það aldrei mælst í svo lengi sem að gögn frá Vinnumálastofnunar sjást og ég sé full óhætt að segja að þetta hafi ekki gerst áður að svona stór hluti vinnuaflsins sé án fullrar atvinnu.
Þannig að þarna þarf bara einfaldlega að stíga fast niður. Það heppilega í efnahagslegu tilliti að þetta ekki heima tilbúin vandi og þetta ekki afleiðing af einhverju sem Íslendingar gerðu eins og var í hruninu. Það var þetta heima tilbúin vandi, það var byggð spilaborg sem hrundi og það var einhverju sem stóðu fyrir því. Þannig að nú vill maður alltaf bara sjá að stjórnvöld bregðist við þessu með svona afgerandi aðgerðum sem að gefa okkur sem byggja sæmilega trausta brú yfir þessa gjá sem við horfum fram á við erum á gjábakkanum núna og það það þýðir að það þarf að gefa einhver fyrirheit að aðgerðirnar séu til staðar og verði til taks fyrir fólk sem lendir í vanda næstu 24 mánuðina hef ég sagt, eins og Frakkar segja. Við ætlum að hafa sérttakar aðgerðir fyrir þá sem að missa vinnu. Þær munu vera í gildi næstu 2 árin og það af því að við þurfum að fara að horfa til þess að endurskipuleggja okkar efnahagskerfi til sjálfbærri vega. Þannig að verkefnið er meira eftir þetta COVID og það að stærsti atvinnuvegurinn fór. Við þurfum að breyta neysluháttum, breyta því í hverju við fjárfestum. Þannig að það er svo margt sem við þurfum að gera núna og við þurfum bara bæði einkaaðilar, hið opinbera, einstaklingar, fyrirtæki. Við þurfum alltaf að hugsa þetta aftur og við þurfum að hafa svigrúm til þess að gera það. En varðandi þetta með eigum við opna landið eins hratt og mögulegt með þeirri tækni sem að fyrir eða eigum við kannski bara að taka því aðeins rólegra og byggja þá upp samfélagið sem þessi smitlausa samfélag í einhverja mánuði eins og Gylfi Zoëgala verið vinna til? Ég held að við höfum efni á því að bíða átekta, einfaldlega. Við erum rík þjóð, okkar ríkissjóður er lítið skuldsettur, það er ekkert í rauninni nema bara viðskiptalegir hagsmunir þessa hóps, ferðaiðnaðarins, í rauninni sem kalla á þessa opnun. En vandinn er sá að fyrir þá að jafnvel þó við opnum, þá opnum við fyrir áhættinu en ekki fyrir hagnaðinum. Þannig að hann er ekkert endilega að fara að koma. Ferðamaðurinn er ekkert endilega að fara að koma. En við getum verið óheppin að það var ekki nema eitt case sem kom öllu þess að stað. Einhver frá ítölsku Ölpunum sem fór þangað í frí og kom til Íslands og smitaði aðra. Þannig byrjar þetta. Þannig að ég held að það er óheppilegt. Það er allavega að gera það mjög varlega og þá í svona hópum og mónitora það vel og svo framvegis. Þannig að við erum að leggja mjög mikla áherslu á það. Ég ætla aðeins að spyrja Gísla út í þetta því hann er að fara í matarboð og við vonum að gera það. En svona áður þú ferð, Gísli, og nýtur góðs matar í góðum félagsskap sem er það sem maður á að gera til að forðast djöfulinn, sagði Martin Luther. Það verið besta leiðin til þess að forðast djöfulinn, var að forða góða mat í góðum félagsskap. Hvað hefur á tilfinningunni að þrýstingur á stjórnvöldum að opna landið sér fyrst til þess að bjarga ferðaþjónustu fyrirtækjum og að það sé hætt á því að þau jafnvel setja aðra hagsmuni sem eru meiri eins og Gylfi Zoëgala bent á. Það er að við höfum raunverulega það sem öll samfélög er að sækjast eftir í dag, smitlaust samfélag þar sem við getum lifað og starfað og leikið okkur. Já, mér fannst þetta mjög góð ábending hjá Gylfa Zoëgala eins og Guðrún Johnson var að rökstyðja núna og ég held að sóttvarnalæknir hafi nú bara sagt að í miðju ferlinu að það væri auðvitað þrýstingur og það vitum við auðvitað af reynslu okkar að það er þrýstingur á milli ólíkra hagsmuna og ég er nú, svolítið miðjumaður í þessu eins og mörgu en að ég er nú, lungnasjúklingur þá fór ég sérstaklega varlega sjálfur og ég hugsa að ég þurfi að fara mun varlegar núna á næstu vikum en ella af því að landi verður opnað. Fólk eins og ég þarf að loka sér meira af. Þannig að ég veit það ekki. Stjórnvöld stóðu sig vel í að leyfa sérfræðingunum og embættismönnunum, heilbrigðisvísindunum að ráða en nú hafa þau svolítið látið undan síga, finnst mér augljóslega. Þá bara þakka ég fyrir Gísli og segi bara verður að góðu. Birgitta, Birgitta, hvað segir þú? Já, mér finnst þetta bara svo sterkur punktur sem hann var að koma með Haukum varðandi að það er ekkert samtal. Við megum í raun og veru ekki taka þátt í að ræða framtíð okkar út af því að við erum að fara inn í rosalega mikla og djúpa heimskreppu
og það mjög margt að fara að breytast og það mjög mikilvægt að við tökum þátt í að móta okkar framtíð saman. Það ekki eitthvað einkamál upp í forsætisráðuneyti við ráðherraborðið. Síðan finnst mér mjög mikilvægt líka að horfa til landa eins og Nýja-Sjálands. Ég búið þar og þau eru rosalega svipa samfélag á við. Þau séu alveg á hinum heimsendanum. Og þau hafa ákveðið að stíga varlega til jarðar og ekki galopna eins og við. Og þó svo að þau byggi sína afkomu líka mjög mikið á ferðamönnum. Þannig að af einhverjum ástæðum að það náttúrulega líka mikilvægt að halda til haga, þeir að vita allir að það eru nokkur ráðherrar sem bara eru með mikil tengsl inn í ferðamála-iðnað og mér finnst það gjörsamlega vanhæfur til þess að vera eitthvað í bakherbergjum að ræða næstu aðgerðir. Og ég voru fyrir miklu vonbrigðum með, hvert við erum að fara í þessu máli. Og ég eins og Gísli búin að þurfa að vera hálfgerður sjálfsótti og var farin að hlakka til að geta ferðast Ísland aftur. Og ég get það ekki. Ég meina, ég ekki bara að byrja frá núlli aftur, þannig að ég bara fara í raun og veru aftur að hanga í garðinu mínum, sem ég hvert ekki yfir, ég langsum að hafa garð. En mér finnst þetta rosalega furðuleg stefna og eins og Guðrún að benda á að við erum ekkert endilega að fara að græða neitt rosalega mikið á þessu. Fólk ekkert að fara að flykkjast til Íslands. Og svo annað sem ég teki eftir út, ég ennþá að fá mikið fyrirspurnir frá fjölmiðlafólki að hitta það, sem að koma utan, að fjölmiðlamenn eru undanteknir sóttkví. Og jú, það eru töluvert strangar reglur þeim sagt að þeir þurfa að halda ákveðinni fjarlægð frá viðmælendum og eitthvað svona bla bla bla. En mér finnst þetta, fólk veit þetta ekki. Það kannski, það að koma fjölmiðlafólk frá heitum löndum eins og Bandaríkjunum og Svíþjóð og eitthvað svona, það sem mikil áhættu svæði og fólk þarf ekki einu svona að fara í sóttkví. Og þetta út af landkynningu, sem ég finnst bara mjög alvarlegt. Það eins og bara þessi öllu fórnað fyrir hagsmuni sem ekki einu svona í hendi. Ég mjög reiður þessu. Það sem eru meiri peningalegir hagsmunir þá víkja sóttvarnarreglurnar. Þetta var líka þegar það var hvað mest aðgerðir hér að þá voru veittar undan, þá voru til dæmis í fiskvinnslu og fleiri, þar sem að þóttu vera miklir hagsmunir undir. Að þá yfirleitt það sem að komu svona ríkir fjárhagslegir hagsmunir að þá var tekin ákvörðun að láta sóttvarnar markmiðin víkja. Þetta náttúrulega það sem að með svona almanna samtalið í lýðræðisríki að nú erum við með á borðinu tilefni til þess að ræða svona stórar spurningar, líf og dauða og allt þetta. Hvað sú umræða fer ekki fram, heldur erum við að hlusta meira og minna á svona tæknilegar útfærslur hvernig á að standa skimuninni, hver á að gera það og annað slíkt. Þetta svona, gefur ákveðna svona mynd af því hvað svona lýðræði samtalið okkar raunverulega veikt. Mér finnst það. Ég skora bara á stjórnvöld að taka í gagnið betra Ísland og bjóða upp á samræðu fyrst að það ekki hægt að halda þjóðfundi í hinu svona físiska speysi. Og mér finnst það bara að stjórnvöld megi ekki komast upp með það að halda að þetta sé eitthvað einkamál þeirra út af því að við erum að fara að draga línur af stóru myndinni og bara það allir rétt á að koma að þeirri vinnu. Haukur, þessi veikleiki umræðunnar. Ekki þegar við minna á Laxness að við hlaupum svona þurfum að tauða einhver smáatriði en neitum við að fjalla stóru mál? Mér verður líka að hugsa til reyndar kannana PISA-apparatsins sem sýna fram á hnignandi læsi
meðal ungs fólks eða skólakrakka á Íslandi. Ég held ekki að þessi bundið við krakka. Það er ekki mælt sko hjá eldra fólki, það getur verið að segja mikið. Og það er mjög merkileg línurit reyndar vegna þess að sko því hnignar nema bara beint eftir hrun, þá kemur ein kurva upp og svo hnignar því aftur. Og beint eftir hrun er tímapunktur þegar við þurftum að beita dómgreind okkar sjálf. Ef maður les skýrsluna sko frá PISA hvað er verið að mæla þannig, þá er verið að mæla læsi sem dómgreind. Það er verið að mæla getuna til að leggja mat á. Hvort það eru mótsagnir í texta, hvort heimildar eru áreiðanlegar, hvort einhver er að reyna að ljúga þeir og svo framvegis. Og við sjáum bara á því hvernig, sko, þetta stórkostlegt viðtal sem hann tekið við Bjarna Ben þarna í gær og kútos til fréttamannsins á RÚV sem að sko lætur hann ekki komast upp með einfallega að vera í mótsögn sjálfan sig. Hann segir einfallega, ég átti ekki afskipti af ráðningu Þorvalds og afskiptin voru í hæsta máta eðlileg. Og fréttamaður bendur á, þú getur ekki sagt bæði, þú getur ekki bæði sagt að það er ekki átt afskipti og þau hafa verið eðlileg. Og hann svarar með því að reiðast auðvitað og endurtaka sig og svo kemur þetta að sko stjórnmálamenn vilja komast upp með hérna að nota tungumálið sko bara sem nota orð sem sko korktappa til að tróða ofan í kokið á fólki. Frekar en eiga samtal og það er sko áberandi á alltaf þegar hagsmunir takast á, en það er sérstaklega finnst mér sko óþægilegt að sjá glitta í útúrsnúninga, þögn og þvæling og neitun á því að eiga samtal í svona stóru, nýju, margslungnu, erfiðu viðfangsefni eins og það er hvernig við ætlum að hreyfa okkur gagnvart þessum faraldri. Og mann finnst maður svo merkið þessu upp á síðkastið að þríeykið sem ávann sér traust almennings með viðbrögðum sem dugðu voru einmitt framkomu sem að skipti máli, viðbrögðum sem að dugðu til að kæfa þennan faraldur niður og svo framvegis og ávann sér traust. Þegar sko það hættu ástandi frá, þá hljóta einmitt að hlaupa til þeir sem geta fært sér það í nyt. Hagsmunaaðilar sem að sjá gríðarleg verðmæti í því að þessi komin fram þessu embættismenn á landinu sem almenningur treystir 100%. Og ég held að við þurfum að vera á varðbergi gagnvart því að einhverju gætu vilja beita þessu mikla trausti í þágu annars en almannahagsmuna. Það er augljóst að ráðherrarnir vilja gera það. Ég held að 3 ráðherrar haldið blaðamannafund í þessari viku þar sem að þríeykið er svona í bakgröndum. Já, og við höfum líka stórt bandarískt lyfjafyrirtæki sem hefur stillt sér upp samsíða þeim og reynt að smitast aðeins að þessu trausti. Amgen Inc. og dótturfyrirtæki þess, Decode Genetics, sem starfar hér. Og var í byrjun vikunar held ég, eða síðustu helgi, þá var fyrsta frétt á Ríkissjónvarpinu það að einkaflugvél hefði flogið með hvít blóðkorn úr 3 Íslendingum til þess að berga heiminum eitthvað í Kanada. Með svona stemming í kringum þetta, þjóðerni stemming líka, sem er líka hættuleg. Ég myndi vilja sjá miklu aðgreindara samtal og raunverulegt samtal þá ólíku hagsmuni sem almenningur getur haft í þessari stöðu og stórt lyfjafyrirtæki. Og spurningar hvað það er sem þá bandaríska lyfjafyrirtækið er að sækjast eftir vegna þess að svörin blasa við. Bandaríska lyfjafyrirtækið er að sækjast eftir gögnum. Það er það eina sem Decode skaffar fyrir Amgen. Það eru gögn og greining á þeim. Og þetta er gríðarlega stóriðnaður, þetta er stórt fyrirtæki á sviðinu og hugsanlega, mjög sennilega eru sko gögn þennan faraldur akkurat núna með verðmætustu upplýsingum í heimi. Með sko öll hagkerfi heimsins eru ýmist í stofufangilsi eða spennitreyju. Lykillinn út mun liggja í gegnum eða getur legið í gegnum lyf eða mótefni eða bóluefni. Þetta eru öll hagkerfi heimsins. Þetta eru gríðarlegir hagsmunir og gríðarlegir fjármunir. Og við þurfum að spyrja spurninga til dæmis hvernig samkomulagi Decode og stjórnvaldi er háttað. Hvað það er sem Decode fær fyrir að augljóst að þeir eru ekki bara í einhverju góðgerastarfi. Forstjóran lá mikið á að sjá til þess að það væri hann og hans menn sem myndu stýra veiruskimuninni og ekki heilbrigðisráðuneytið. Þannig að við höfum beinlínis orðið vitni af því að fyrirtækið stillir stjórnvöldum upp við vegg til að ná sínu fram. Við höfum líka orðið vitni af miklu smjaðri og svona nánd og kærleika milli forstjórans og annarra embættismanna. Ég held að við megum ekki vera bláeygð gagnvart því að slíku getur verið beitt sem taktík frekar en einfaldlega forstjórinn sé svona fyndinn karakter og forvunnilegur.
Það vantar samtal og samtalið heldur áfram hérna við Rauða borðið. Ég verið að setja kommu að þessu sinni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir sem að settist við Rauða borðið í kvöld. Gísli Tryggvason er farin í gleðskap með góðu vinnum að borða góðan mat. Hérna sitja ennþá Guðrún Johnsen, Haukur Már Helgason og Birgitta Jónsdóttir. Þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í spjallinu. Hlustendur fyrir að hlusta á okkur. Ég bendi á að síðu samstöðurinnar bæði á Facebook og YouTube eru allir þættir Rauða borðsins, en líka aðri þættir sem eru á samstöðunni, eins og öryrkjaráðið, þar sem að öryrkjar hafa eiginlega talað sig í gegnum COVID og vilt að skilja stöðu sína og greinana og deila reynslu, styrk og vonum eins og sagt er. Hérna líka þættir sem að kallast Hinn Reykjavík, þar sem að svona sáhluti Reykvíkinga sem að hefur það lakar, leigjendur, innflytjendur, láglaunafólk, eftirlaunafólk og fleiri ræða sín á milli. Hérna líka þátturinn Kvotan heim sem að Ögmundur Jónasson hefur stýrt en er núna farin í sumarleyfi. Þannig að það að nóg að taka ef þið að fara út að ganga með hundinn eða þurfið að leggjast á sóttarsænga, þá nóg að hlusta hér, nóg samtal hér. En við munum halda áfram hérna við Rauða borðið á mánudaginn klukkan 8. Að þá verða hér aðri gestir en líklega svipað umræðuefni samfélagið á snemsumars í snemkreppu. Takk fyrir kvöld. Góða helgi. Takk fyrir.